Já, það sem náttúrulega virkilega mikið áhyggjuefni og ég hef hugsað mikið alveg frá degi 1, frá því að þessi hugmynd kom upp að hinga ætti að komast inn 10.000 tonna fiskeldi, að það þörungablómin sem eyddi á einni nóttu laxeldi sem hér var stundað í áratug áður fyrr. Það var laxeldi, lítið laxeldi, eitthvað 500 tonn eða eitthvað slíkt og það var laxinn var komin upp í sláturstærð og það kom upp þörungablómi og það drafst allt saman. Og það alvarlegt ef að það myndi gerast með 10.000 tonn eða 6.500 tonn. Hvað ykkur áætlun hvernig á að bregðast við því? Ég spyr mig. Ég hef áhyggjur af því, til dæmis. Já, hér var fjörðurinn allur rauður af þörungablóma 2021, sumarið. Og þetta virkilega alvarleg vá og menn segja, já, það bara áhætta sem fyrirtæki tekur. Þeir byrja bara upp á nýtt eða eitthvað. En mér finnst það ekki vera einkamál fyrirtækisins. Mér finnst þetta grafalvarlegt mál. Ef að 10.000 tonn sökkva á botninn, eða hvernig ætlar að bregðast við þegar 10.000 tonnin hrúast niður á botninn á kvíunum, sko, netapókunum. Það þyngir netapókana mjög mikið og hlýtur að draga það bara til botns. Og hvað með Farais-strenginn okkar þá? Ég hef áhyggjur af þessu, virkilega. Ég ekkert á móti fiskeldi sem slíku. Ég bara á móti að það sé stundað í opnum sjókvíum og í Seyðisfirði. Ég að fara að skrifa nafn mitt á mikilvægan undirskriftalista vegna sjókvíaeldis í Seyðisfirði og ég ætla að senda inn umsögn til MAST varðandi þessi mál. Mér finnst þetta alvarlegt mál.